Einar Árni, þjálfari Njarðvíkur, velkomin í þetta Svipaspjall. Takk. Herri, ég ætla bara að byrja að spyrja það og hérna út í síðasta tímabil. Hvað féllu mörg tár á koddann kvöldið og nóttina eftir að íringarnir slóðu okkur út? Það mistur þau kannski töluð það. Já, þetta var náttúrulega bara mjög erfitt. Það sást langa leiðir í beinni útsendingu að þetta greinilega voru gríðarleg vonbrigði. Já, ég meina það er bara staðreynd að við höfum náttúrulega bara miklu meiri væntingar til okkar sjálfra heldur en raunin varð og vonbrigðin eftir því og bara líka vitandi það. Við erum með frábæra stuðningsmenn og mjög vel mætt á okkar leiki og bara erfitt að standa frammi fyrir því að geta ekki í rauninni boðið þeim upp á frekari skemmtun. Eins og segir, menn eitthvað væntingar voru væntanlega meiri og ef ég má bara spyrja, ég er bara hispurslaus í þessu. Var einhvern tímapunktur sem þú veist, óttaðist eitthvað þína stöðu eitthvað svoleiðis upp á framhaldi eða? Já. Ég kannski ekki óttaðist, nei, ég verði eiginlega að taka það tilbaka, ég óttaðist ekki, ég aftur á móti gerði mig grein fyrir því, það var ekkert sjálfgefið. Já. Og það var bara strax þetta kvöld. Það er ekkert leyndarmál, ég gerði mig grein fyrir því að þetta kvöld að framhaldið, ég átti 2 ára eftir að 3 ára samning og allt það, bara boltinn er þannig að það er ekkert alltaf sjálfgefið að menn halda áfram og sérstaklega þegar menn eru að díla við þung högg eins og þessi og þannig að ég gerði mér alveg grein fyrir því og áttaði mig á því að það væri bara staðan sem að félagið vildi fara þá það að vera þannig en viðurkenni það að ég var vongóður og langaði að trúa því að ég fengi tækifæri til þess að vinna áfram með liðið og Svo var það Já, það og hér erum við að vinna vinnuna í undirbúningu fyrir nýtt tímabil og engin spurning að þetta voru mörg stór skref í þroskaferli held ég okkar allra, ég meina við þjálfararnir og leikmennir og klúbburinn í heild sinni og þetta var svona vetur sem að hann var kannski ekkert alveg ideal þegar að koma að ákveðnum hlutum, ég meina við lögðum náttúrulega af stað í ferðalag með það að svona reyna að halda í einhvern stöðuleika en það voru hræringar á liðinu okkar, við förum að stað með 2 stóra stráka erlendis frá, í Mario og Gerald og það var svona hlutur sem ekki gekk upp að okkur bara vantaði meiri fimmu og fóru þá leið að senda Gerald frá okkur og fengum inn Julian Ræd sem að stór og sterkur strákur sem að bara einhvern veginn svona kannski bara fittaði á endanum ekki alveg inn í þennan hraða leik sem að bæði við og kannski svona bara viðgengst í þessari deild. Þrátt fyrir þolinmæði að mínu viti þá og kannski bara ómikla því að við verðum svolítið svona fórnarlamba að mínu viti okkar eigin velgengni. Við fáum Elvar inn í nóvember sem náttúrulega styrkir liðið mikið og talandi fórnarlamb svona eigin velgengni að við vorum kannski ekki að horfa svolítið í speilin eins og með þetta með Julian að við þyrftum jafnvel að fara í breytingar vegna þess að við vorum að vinna leikina. Já. Við erum 10-1 jól og okkur lífið svolítið vel með það sem við erum að gera og það er alveg að segja svona eftir að við hefum haft gott að tapa einhverjum leikjum í deildakeppninni fyrir í ferlinu og við unnum leiki sem að við áttum ekki að vinna sem að kannski, eins og ég, gera það verkum að við vorum ekki alveg heiðarlega við okkur sjálfa en svo förum við í breytingar og Katenda kemur inn seint í ferlinu þarna í janúar og eftir bikarúrslin sem var náttúrulega bara voru okkur vonbrigði þá förum við í leik viku síðar í Garðabænum þar sem að við upplifum önnur alveg gríðarleg vonbrigði og það sat alveg ótrúlega mikið í okkur þar sem okkur fannst frammistaðan, við vorum búin að vinna á hlutum sem að okkur fyrst að við ráða illa við í bikarúrslitunum og gera mun betur þar og bara röð atvika í þeim leik sem gera það verkum að sá leikur fer fjandans til og svo má segja. Ef ég man rétt, voru ekki dómarinn svona Þú ekki doldinn áttu sviðið aðeins þetta kvöld, ef ég man rétt? Jó, ég meina við fengum 3 tækmyndir á okkur og það er bara eitthvað sem maður er búinn að setja aftur fyrir sig fyrir löngu síðan og
þeir voru bara að gera sitt besta og þú veist, það var ekki bara þeir sem feiluðu sko, þú veist, þeir gerðu mistök í þeim leik en við gerum það líka og við höfum þurft að höndla þær aðstæður betur, bara annað dæmi hlut sem við þurfum að læra af, en svo bara einhvern veginn eftir það, þú veist, þetta var svona eins og við værum sko neddir svona öðru sinni á stuttu tíma svolítið og vonbrigðin eftir því og þarna fer deildarmeistaratillinn í rauninni svolítið úr höndunum á okkur. Og við einhvern veginn bara, erum svolítið ólíkir sjálfum okkur í framhaldinu og svona furðulegt í rauninni að hugsa til þess að við erum of háðir á einhverjum einstaklingum í sóknarleik sem að var þvert á það sem við vorum fram að tímabili. Við vorum í leikjum þar sem voru 6 menn að skora 10+ fyrir áramót. Við spilaði KR hérna heima Grindavík í Grindavík sem dæmi, það voru einhverjir 6 leikmenn að skila 10+ í þessum leikjum í góðu róli en hérna eins og ég segi bara mikið vonbrigði, mikill lærdómur og bara bensín á tanki fyrir menn að vilja gera betur í vetur, það alveg klárlega. Já, og meina það sem ekki drepur þið þá að styrkja þig algjörlega. Og ykkur. Svona helstu breytingar, hvaða mannskap missur þú síðan í fyrra? Byrjum á því. Já, sko við þá kannski ber náttúrulega fyrst að telja Elva Má sem náttúrulega landsliðsmaður og kom hérna náttúrulega bara óvænt í nóvember og kannski lá alveg alltaf fyrir að þú veist, hann ekkert áfram hér og að það var aldrei í plönum hans að spila á Íslandi áfram, þannig að við gleðumst bara fyrir hans hönd að vera komin í nýtt verkefni í Borás og bara spenntir að fylgjast með framvindu mála þar. Svo eru 3 drengir farnir frá okkur til Bandaríkjaskóla í Snjólf, Adam og Gabriel sem að Gabriel reynda var á láni fyrir áramót og fór svo í Borgarnes. En þetta eru 3 uppaldir strákar sem að eru allir einmitt búin að öðlast reynslu líka svona á Vensla og á láni annars staðar og komni bara á þann stað að vera búin með sín menntaskóla og fengu tækifæri til að fara til Bandaríkjanna. Frábært tækifæri fyrir þá. Já, og bara mjög spennandi líka að fylgjast með þeim á komandi árum. Það er bara 4 ára prógram og bara ánægilegt fyrir svona okkar uppeldi starf að sjá stráka fara út í þetta ævintýri. Sumir vilja meina að þetta sé bara ígildi atvinnumennsku. Skólagjöldum, það dýrt og annað. Það er mikið í þetta lag, því að það alveg rétt. Þetta er leikur á milljónum kostnaðurinn við að vera í svona skóla. Og svo Jebavi hættur og Erik Katenda kemur ekki til okkar aftur, þannig að þetta eru svona þeir 6 leikmenn sem voru viðloðandi okkur síðasta vetur sem að verða ekki. Og hvað færði í staðinn? Við erum að fá inn leikstjórna sem heitir Evaldas Sabas sem Litái í grunninn, búinn að reynda að búa í Kanada frá því hann var unglingur og búinn að vera í atvinnumennsku í dágóða tíma frá því bara 20, hann 31 árs gamall. Reynslu hundur. Já, og svo erum við að fá inn Wayne Martin frá Bandaríkjunum sem meðherji og það í sjálfu sér einu nýju andlitin í hópnum. Svo erum við náttúrulega Arnór Sveinn sem var á láni framan að síðasta vetri, full force með okkur núna, en annars hópurinn í rauninni sá sami. Og þú heldur auðvitað og nú Mario áfram? Já, Mario kemur aftur og breytingarnar að því litum til kannski ekkert stórkostlega. Við erum í rauninni, við vorum heldur breiðir í fyrra, það bara staðreynd. Við áttum erfitt með að koma mínútum fyrir okkur. Við vorum með mjög góða leikmenn, ekki 1 og ekki 2 sem að kannski voru í óþægilega fáum mínútum á síðasta vetri og það bara staðreynd. Þannig að svona samanburður á hópnum á milli ára, það er mjög auðvelt að horfa til okkar og bara tala bara blákalt að hópurinn og liðið hefur veikst, en hópurinn í sjálfu sér mjög svipaður og þegar við fórum að stað síðasta haust sko. Það ef við tökum Elvar út úr myndinni og hann var náttúrulega ekkert með síðasta haust og svo betur bróðand inn. Þannig að hópurinn að mörgu leyti svipaður en við teljum kannski og trúum því bara svona að samsetningin vonust eftir að hún verði betri því að meðherra hlutverkið okkar var vandamál síðasta vetur. Við vorum ekki með þetta akkeri sem að mörg lið voru með í sterkum spilara undirkörfunum. Maríu náttúrulega fjarki sem getur leyst 5 og En Kanin hann miðherri, já. Hann miðherri, já. Og hvað getur sagt um hann? Er þetta reynslu hundur eða hvað? Hann búinn að spila í 2 ár í atvinnumennsku, var í fyrsta tímabili sitt í Kosovo og á Kýpur
sem sagt fyrir og eftir áramót var í liði í Kosovo meistaraliði sem að var í... Það nokkuð sterkt level þar eða ekki? Jú, var í FIBA Europe Cup með því liði og í fyrra var hann sem sagt hluta á tímabili með Leicester á Englandi sem að reyndar voru meistaraliði líka og spilaði með þeim í Euro Cup en var þar sem replacement fyrir meitaleikmann og fór í vor til Asíu og var að spila í sumardeild þar í bara þangað til í síðustu viku og flög til Bandaríkjanna helgina og er að detta inn í miðaviku. Og bara að pakka og undirbúa sig fyrir Ísland? Eins og hann sagði sjálfur, hann var að skila af sér sumarklæðnanum og ná sér í vetrarfötin. Ná sér í úlpu, heldur hann sem í úlpu? Já, ef ekki þá ég veit að þú reddar mönnum með einhverju svoleiðis sko. Ein mestu vonbrigði lífs mér þegar kötturinn tók úlpuna, synda mann í úlpuna með sér til Hollywood eða hvert sem hann fór sko. Þá grét ég sko. En það nóg með það. Herðu, Njarðvík náttúrulega, þetta bara svona, sem ég myndi segja, mekka körfuboltans og ekki krafan alltaf nokkuð skýr hérna? Jú, ég fór að venja kominnar 1983 í Ljónagrifina, þá 6 ára gamall, móðir mín var að vinna í húsinu og ég hef aldrei kynnst umhverfinu á þessum árum öðru sem heldur hann ætli sér að fara og vinna eitthvað sko. Og bjó mig svo sem alveg eiginlega engu leyti undir þetta samtal okkar þó við höfum heist í dag að nema það, ég gerði mig grein fyrir því að þessi spurning myndi poppa með væntingar og þær eru alltaf til staðar en ég held að svona lærdómurinn okkar frá síðasta vetri, við erum ekki að fara að segja eitt en eitt þess efnis að hvort að við vinnum eitt eða neitt. Við ætlum okkur hluti í vetur og við ætlum okkur að nota deildarkeppnina til þess að mæta sterkar í úrslitakeppnina heldur en var síðastliðið vor og það væri í sjálfu sér fásin að fara að halda því fram að við ætlum okkur ekki að vera eitt af þeim liðum sem að berjast þessa titla. Við horfum alltaf til þess en við þurfum bara að sjá svona þegar líður á veturinn hvort að það er innistæði fyrir því. Þetta er feiki sterk deild, mörg öflug lið og Talandi um það, hvaða lið er líklegast eins og hvaða lið myndir þú telja svona segjum 4 lið og setji þá ég tel mér nú bara þokkalega kurteisan sko, og það var náttúrulega bara dónaskapur að nefna ekki KR sem líklegasta liði til að vinna sko. Það er bara staðreynd að þeir eru búin að vinna 6 ári í röð og bættu ágætlega við sig en mistu svo sem Pavel síðan. Já, ég meina við byrjum bara á byrjunni sko, menn héldu bæði í fyrra og núna á síðasta tímabili, síðustu 2 tímabil, þá voru menn ekkert að sjá, menn held að Haukarnir væri bara að fara að vinna þetta fyrir rúm ári síðan og lengi vel síðasta vetur sá menn KR ekki vera lið sem að myndi klára þetta og okkur leið vel á móti þeim síðasta vetur, við unnum í öllum leikjum sem við spilaðum við á síðasta vetur. Ég held að Stjarnan hafi verið lið sem að hafi verið klárt í það að fara að berast í það en þeim óks ásmegin þegar að leið á og bara sýndu styrk sinn og bara verðum að taka hatt okkar ofan fyrir því að þeir skuli klára þrátt fyrir að vera kannski ekki á sínum besta stað á einhverjum momentum og það er kannski á momentum sem skiptir ekki öllu máli en Þannig kannski hann í grípi fram fyrir orðinars hvað heitir hann, Rudi Tomljanovic, þjálfari Houston. Never underestimate the heart of a champion. Það var kannski dálítið við hjá sem blessuðu Káraugum. Já, ég meina við verðum bara að horfast í augu það að þeir eru svona bara á skriði sem að við þekkjum ekki. Það sem hefur verið skemmtilegt í þessari íþrótt svo lengi er að einhver tímann voru menn orðið þreyttar á því að Njarðvík og Keflavík væru að vinna til skiptis. Svo kom einhverju litli kallar á Grindavík og prófuðu að vinna þetta líka og svo unnu Hólmararnir þetta og Haukarnir náttúrulega reynir settan spjaldi ofan í 88 og þannig að þetta er svona færstal á milli liða og KR poppaði þarna inn 90 og svo aftur 2000 ef ég man þetta rétt. En þetta rönn þeirra náttúrulega bara feiki sterkt og ég meina á tímum þar sem að við vorum náttúrulega að djöflast í 4+1 megin þorra af þessum titlum þeirra og þeir hafa sterkan grunn, það bara hefur verið öflugt starf þar í gegnum árin og á sama tíma þegar þeir eru að missa leikmenn út þá eru aðrir að koma heim úr atvinnumennsku
Ég meina samlega þegar þú spurðir, þú veist, topp 4, þú veist, ég veist alveg svakalega erfitt að nefna einhver 4 lið, þú veist, það er svo dónalegt gagvart skilja ykkur út öðrum, sko, þú veist, það hérna, þú veist, ég þykist vita það að Stjarnan ætli sér stærri hluti eins og við heldur en síðasta vetur, þetta er lið sem að fara út í hérna með svona miklum vonbrigðum, stóhlatir, sömu stöð og við, með unni leika á hérna heimavelli og fara út á móti ungu og efnilegu Þórsliði. Ég held að Grindavíkurlið verði mun öflugra heldur en síðustu tímabili. Keflavíkurlið, mér sýnir svona á öllu að hann svona skoða þeirra erlendu leikmenn, þú veist, verandi með Hörð í góðum gír, vera með liðið að gera hörku hluti. Eðlilega eru menn að tala um Val, menna Pavel, það verður bara ekki að honum tekið. Hann hefur ekki tapað, 18 seríum í röð. Þannig að hérna, og hann lítur að horfa þannig á það að ef hann á annar borð ratar í úrslitakeppni þá hljóta hann alltaf sér að fara alla leið. Metið hans heldur þó með 18 seríu í röð ef hann kemst ekki í úrslitakeppnina. En þú veist, þeir eru líklegir, það er bara, þeir líta verið út. Svo finnst mér bara fleiri lið, ég meina mínir gömlu félagar í Þór gerðu frábæra hluti í fyrra og hérna, ég sé þá með sama kjarna, nýjan þjálfara vissulega og nýja erlenda leikmenn, þú veist, ég sé það lið gera gott mót. Það er allir að tala um IR eins og ég veit ekki hvað þessa dagana, maður heyrir að menn sé að spá þeim falli. Ég held ekki. Ég ger mig grein fyrir að það eru svona óvissu punktar í kringu á þessu stigi málsins. Mikla breytingar svo sem já. Já, en Bossi er feikifær þjálfari og félagið klárlega ekki tilbúið að gefa eitthvað brjálæðislega mikið eftir, þannig að ég til dæmis ekki tilbúin að tala um þá í fallbaráttu, sko. En og ef þú myndir snúa þessu við, sko, nú er ég búin að telja upp megin þorra deildarna, sko, þá finnst mér líka bara erfitt að sjá, þú veist, hvaða liði hvað endilega verið í fallbaráttu. Ég held að sé bara mjög opið og vona á bara spennandi og skemmtilegu móti. Já, klárlega. Segjum við ekki bara loka orðin bara? Hljóma bara vel. Ekki. Takk fyrir. Takk.